Ja, svekkjandi tap í dag. Hver svona þín sýn á leiknum? Já, bara eins og þú segir, mjög svekkjandi. Við sköpum endalaust á færum og ótrúlegt hvað við brendum af stórum færum í dag. En ég meina, ef þú færð á því 4 mörk þá er mjög erfitt að vinna fótboltaleiki. Og þó að við höfum komið tilbaka 3-3 þá var maður ánægður með það og við vildum æða fram og reyna að skora 4. markið til að taka öll stigin því að okkur fannst við vera, við vorum betri allan leikinn frá því að þeir skoruðu 1-0 og þá lágum við á þeim, héldum boltanum og þrýstum tilbaka og þeir áttu ágætiskafla í byrjun síðar alveg fannst mér sem jafnaðist leikurinn en síðan erum við meira og minna bara með boltan og þetta skiljanlega að þeir eru komin við 3-1 og þá leggjast þeir aftar og reyna að verja það forskot en við náðum að jafna og þegar við jöfnum þá vildum við náttúrulega bara fara fram og skora 7 markið. En þá gerum við bara slæm mistök sem að býr til skyndisókn fyrir þá, 2 á móti einum og þeir klára það bara óbærslega vel. Fáið 4 mörk á okkur, hvað veistu svona valda því? Fyrsta markið er með reynsum út úr teignum og það er frítt skot rétt fyrir það vítateig. Píti sér hann aldrei held ég og annað markið er bara markspyrna hjá þeim, þeir unnu seinni boltann, spurkum inn fyrir vörninn okkar, bara langur bolt í gegn og bara old school fótboltamark og gott og gilt, sjálfsmark eftir að beiti ver og þú veist, þannig að ég hef ekkert fallegustu mörk í heimi en þetta eru mörk og þetta telur allt og þeir eru hættulegir í þessu leiknum og þeir gerðu svo matur öllu sem þeir fengu í rauninni. Í stöðunni 3-3 kölluðu þið eftir víti á Aron Kristófer. Geturðu sagt okkur aðeins frá því? Nei, okkur fannst bara hann taka boltann og tók boltann með sér og við héldum og töldum að leiknismaðurinn hafi snert hann og ég sparkaði í hann þegar hann fyrir fram í honum. En nú aftur, þá er þetta bara dómarinn sem verður að taka ákvarðanir. Ég get ekki verið 100% viss hvort það víti eða ekki. Sjónvarpið getur sýnt okkur það, en ég og Ingi fekk sama tíma og ég til að ákveða hvað þetta var og hann ákveða dæmi ekki víti og lét leikinn halda áfram. Þar við situr, við breytum engu þó að það sé að vera rétt eða rangt hjá honum. Kristinn Jónsson kemur inn, brýtur á sér og gefur víti og síðan er brot á honum og Kári fær víti og síðan skorar hann. Ánægður með hann í dag? Sóknarlega var ég mjög ánægður með Kidda en hann er náttúrulega ryðgaður, hann er búinn að vera frá lengi og einn af þessum leikmenn sem við erum að fá tilbaka og við ákvaðum að henda honum inn á til að því okkur fannst við þurfa aðeins meiri brot upp kantinn og einhvern flinkan til að reyna að brjóta þeirra varnarmál og baka aftur og það hefnaðist ágætlega og Kiddi skoraði og fekk vítaspyrnu en hann var óheppinn að gefa víti náttúrulega frá sér og þannig að en bara geggjað fyrir okkur að fá hann tilbaka. Við erum að stefna á það og viljum vera í toppbaráttu í topp 6 þar að segja og reyna að komast þar inn. Við viljum spila síðustu 5 leikina í deildinni meðal þeirra bestu og þá þurfum við á Kristni að halda og við þurfum að finna Tómasi og Kjartani og Ljúbisic og öllum þeim Þorsteini og allir þeim sem eru á bekknum og koma inn í dag og hjálpa okkur, gerðu vel. Þannig að það er ágætt að fá þessum menn tilbaka úr meiðslum því að þeir eru búin að missa allt okkur leikjum. Þannig að ég er mjög ánægður með þessi framlag. Næsti leikur FH, hvernig er svona undirbúningurinn fyrir hann? Það verður bara erfið æfingavika og þurfum að sleikja aðeins árin eftir þetta tap. Við þurfum að reyna að gleyma þessu sem fyrst en læra samt að þeim mistökum sem við gerum í dag og gera bara betur því að FH er gott fótboltalið og komust á blaði í dag og skoruðu loksins og unnu fótboltaleik í langan tíma og við veitum alveg hvað býr í FH-liðinu þegar það er upp á sitt besta þannig að við bara væntum þess að vera einhver hörkuleikur og klára til. Takk hérlega. Takk.